Komið þið sæl aftur. Fyrsta vídeóið gekk bara fram á honum, mesta fyrir það. Svo ég kom út aftur og hver hefði að trúa því að sólin væri svona mikið vandamál í Vestmannaeyjum. Hún er alltaf skínandi í augunum, en nú er ég að labba í frásólinni. Kaldur morgun og veturinn er stutt í veturinn sko hjá okkur. Það sem ég langaði til að spjalla í dag. Ég les oft Reddit og ég hef stundum séð svona þessar spurningar eins og ef þú getur fengið 10 milljón dala í dag eða orðið 20 ára aftur, hvort myndir þú velja? Og ég hef stundum verið að hugsa þetta er skemmtileg svona pæling. Mun náttúrulega aldrei gerast en ég held að ég myndi velja 10 milljón dalina allan daginn af því að ef satt skal segja þá langar mig ekkert að fara aftur til þess að vera tvítugur. Í dag er ég sem sagt 57 ára og ég skal bara viðurkenna það að mér líður miklu betur í dag heldur en þegar ég var tvítugur. Ekki kannski líkamlega, maður er alltaf orðinn aðeins stirður og svona aðeins farin að finna maður sé að eldast en heilsan er í góðu lagi þannig séð. En samt sko, það er margir kostir við það að eldast og eldast vel. Maður getur náttúrulega misboðið líkamannum og á ýmsan hátt, reykja, drekka, eiturlyf, borða óhollt og allt það. Ég hef svona verið þokkalegur með það sko. Nema kannski, mér finnst súkkulaði vera óþarflega gott. En sem sagt það að verða eldri, mér finnst það að maður svona, ég myndi segja einn stærsti kosturinn við það að verða eldri er að núna er mér eiginlega bara alveg sama hvað annað fólk er að hugsa eða gera og hvað öðru fólki finnst mig. Ég hef engar áhyggjur af því lengur og maður var alltaf náttúrulega kannski bara eðlilega þegar maður er yngri þá er maður ofta að hugsa hvað öðru fólki finnst hann. Þú lítur asnalega út eða þú ert að gera asnalega hluti, að segja einhverja þvælu. En ég held að flestum sé bara nokkuð sama hvað þú ert að gera. Og ég held að maður átti sig betur á því þegar maður var eldri. Og eins þetta kapphlaup við að vera eins og aðrir, reyna að vera betri heldur en aðrir eða jafn og aðrir. Ég held að sé miklu mikilvægara að vera bara ánægður með það sem maður hefur og það sem maður vill. Ekkert vera að láta pressa sig út í eitthvað, kaupa einhverja þvælu, bara vegna þess að allir aðrir að gera það. Ég hef alltaf verið svona frekar einfaldur maður þannig séð. Þarf ekkert einhverja flókna hluti til þess að vera nokkuð ánægður sko. Og hamingjan sé náttúrulega ekkert auðvelt kannski að grípa. Vera að hugsa minna hvað öðrum finnst, það er ótrúlega léttir sko. Maður er svona með aldrinum og þá verður maður, ég vil ekki segja vitrari, en svona maður lærir á reynslunni. Ég meina lífið er bara lærdómur. Og ef maður gerir ekki alltaf sömu mistökin aftur og aftur og lærir af þessu, þá er þetta bara partur af ferlinu sko. Ég var að fletta upp áðan lífslíkur á Íslandi. Karlar eru með næst hæstu lífslíkur í heimi. Sviss er víst með 80,7 ár og Ísland með 80,6 ár. Og konurnar eru í 7. sæti held ég.
með 84 ár. Ég held að Spánn hafi verið þar efstur. Þannig að sko ég er 57 ára og kannski á ég eftir 20, 30, 40 ár. Einhvern tímann sagði ég nú í gríni að ég stefndi að ég vera 120 ára. En það er svona, það er nú ekkert, það verður svona áskorun. Ég held að það sé ekkert auðvelt. En ég held að auðvitað væri frábært að vera 120 ára. En ég held að það sé mikilvægara kannski að vera þá allavega meðan maður hefur heilsuna, sko. Ég held að það sé að mikilvægasta. En svo er kannski ekkert gott að vera 120 ára ef maður er kannski rúmlíkjandi síðustu 20 árin. Og með sársauka og bara halda mann á lífi. Æskan er, persónulega myndi ég segja að ég myndi ekki vilja fara tilbaka. Mér líður alltaf betur og betur eftir sem ég var eldri. Bara með sjálfan mig og bara hamingjulega séð kannski. Og ég verð að segja það, nú er ég að verða 60 eftir rétt rúm 2 ár. Og ég hef aldrei eiginlega verið ánægður með lífið. Og mig hlakkar til að verða gamall. Hlakkar náttúrulega til að hætta að vinna. En allavega kannski að minnka við mig í vinnu. Og svo hætta náttúrulega á endanum. Og hvað tekur þá við, maður veit ekki. Alls konar pælingar í gangi. Hvort við flytjum eitthvað innanlands eða jafnvel að flytja til útlanda, hver veit. Það er bara spennandi, sko. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt. En það er gaman að spá í þetta svona. Ég nefnilega held að það að vera ungur fyrir mér æskan ekkert, hún var ekkert óhamingjusöm, alls ekki. En eins og ég segi, mér líður alltaf betur og betur eftir því sem ég verð eldri. Þegar látum þetta duga í dag. Þetta er allt saman tilraun í vinnslu hjá mér. Þetta spjall, eða svona pælingar, gaman að þessu.